ást Guðs ekki jafn fluffy og samhengislaus og margir kannski halda. Ást Guðs vissulega tilfinningarík og mjög ástríðufull, en hún ekki meðvirk. Guð gefur okkur ekki alltaf allt sem við viljum, hann líka með, hann vill að okkur og hann með ramma og hefur ákveðna væntingar til okkar. Já, akkurat. Hún með skýran ramma og hefur ákveðna væntingar, en hún líka miklu heitari og dýpri heldur en við nokkuð tíma fáum skilið, því að hún ekki eins og hinn mannlega ást sem að við þekkjum hér. Já. Þannig við þurfum bæði að hafa í huga, hún er sterk og hún með væntingar, en hún er líka virkilega djúp og við ætlum að tala svolítið það í næstu þáttum. En fyrst við ætlum líka eftir það að pæla í hvaða væntingar hefur Guð til okkar þegar kemur að okkar elsku til hans. Já. Það eðlilegt að við elskum hann tilbaka og hefur orð hans eitthvað það að segja. En áður en við förum út í alla þá sálma og þá þurfum við að fara að kjarnanum sem að spurningin hvað kærleikur eða elska. Hefur það með tilfinningar að gera, hefur það með verk að gera, eða það eitthvað meira og dýpra heldur en það? Fylgjast með næstu 3-4 þáttum og við ætlum að tala ást Guðs til okkar og okkar til hans. Já.